Ég heiti Kristín Svava Tómasdóttir og er sagnfræðingur. Og ég heiti Guðrún Elsa Bragadóttir og ég er bókmennta- og kvikmyndafræðingur. Og við höfum skrifað þessa bók sem heitir Duna saga kvikmyndagerðarkonu og bókin fjallar Guðnýju Halldórsdóttur kvikmyndagerðarkonu sem kölluð Duna og hún er svona þriðja manneskjan í vinnslunni á þessari bók. Við sem sagt tókum viðtöl við Dunu og þannig að þó að við séum höfundar bókarinnar þá er hún sögukonan og segir okkur sögu sína með sinni einstöku og afar skemmtilegu rödd. Já, og bókin er sem sagt einhvers konar fagæfisaga, það er að segja við leggjum áherslu á að fjalla feril Dunu í kvikmyndagerð og okkur þótti mikilvægt að svona bók yrði skrifuð sérstaklega vegna þess að það er ekkert sérlega mikið til skrifað íslenska kvikmyndasögu og kvikmyndagerð og þannig fáum við svona svolítið líka almenna innsýn inn í það hvernig hún hefur litið út undanfarna áratugi. Bókin er mjög ríkulega myndskreytt, mjög mikið af skemmtilegum myndum í henni. Ég gæti nefnt þessa mynd af Eddu Björgvinsdóttur í hlutverki Vigdísar Finnbogadóttur í áramótaskaupinu 1994. Því að við fjöllum ekki bara þessar stóru myndir sem allir þekkja eins og Stellu í orlofi, heldur líka alls konar áramótaskaup og þætti og myndir. Þetta var atriðið þar sem Vigdís Finnbogadóttir var að panta 4 heimsendar pítsur með einhverju alþjóðlegu ofanáleggi, helst frönsku. Og það er til marks breyttan tíðaranda að þetta vakti töluvert fjaðrafók í fjölmiðlum og þótti sumum þetta ótrúlega ógeðfelld aðför að forsetanum og forsetaembættinu. Forlagið.